Já, góður áhorfendur, velkomin í Skýjum ofar. Það skítaveður úti en flugháfamenn sitja ekki höndum þá. Það eru menn að smíða út alla Reykjavíkurborg og víðar. Við erum hér komið með Ingo Jóns, flugkappamikinn, listlumann og grasrótarflugmann með meiru. Hvernig ertu í honum, Ingo? Ég er bara góður. Hvað er þetta krúska? Herru, við erum ég og frændið minn erum að smíða þessa vél hérna. Glasser 3. Og við erum núna að vinna í stélinu hérna. Og svo er það vængurinn sem er hérna. Það eru uppdralina hjólastæli inni, við erum að setja það allt, ganga frá því. Setja hérna glussaleiðslur í vanginn fyrir sem að hérna tekur upp hjólinn. Þetta er öflugt, massíft. Já, þetta gefur sig ekki? Þetta gefur sig ekki, sko. Hvað getur sagt okkur svona, ég meina, er þetta high performance vél? Ja, mjög, já, þetta verður svona hraðflegasta engaflugvél á Íslandi. Hún flýgur á 230 hnútum. Við ætlum að setja í hérna 580 kubiktommu mótor, þannig 320 hestöfl, rúmið 9 lítrar í rúmtak. Já, og þið hérna eru byrjaðar hérna. Hvar er skrokkurinn? Við erum hann í geymslu, hann, svo að sér það, kennst ekkert meira inn í bílskona, vangur er rétt slappinn inn. Nú ert þú hérna, átt þú 10 daga gamla son, eru menn bara þá í bílskonum að leika sér? Nei, ég er konum bara til þess að vera sjónvarstjarna í klukkutíma. Nú erum við búin að opna vangi, hvað eru við með? Já, ég voni í þetta. Hérna koma hjólinn í þetta rými hérna. Það verða fest hér og svo þá dragast upp svona hérna inn í vanginn. Falla alveg hérna inn í þetta rými hérna. Hér koma hérna allar glussaleiðslurnar inn í þetta rými. Hér er hérna inni, hérna verður sætið hérna, kemur hérna ofan á. Þetta er vangbitinn, hann er alltaf gríðarlega sterkur. Hvað þolir hún í G-um? Plus 6G, -4. Já, ok. Hvað er þið með hérna í flugþól? Hvað komist þið? Rúmir 2000 km á einu tank. Tilvalið til millilandarflugs. Við erum ekki nema rétt 2 tíma frá Hornafirði til Skotlands. Já. Hvað áætlaði einhver svona mission þegar vélin er tilbúin? Já, mér langar að fara til hérna Bandaríkjanna. Hvað kostar svona flug? Þetta er rándýrt? Jó, þetta er rándýrt. Þetta er hérna, það er bara fyrir eftir hvernig hérna, hvað setur flott tæki hérna og þannig að það er ekkert. Það verður alltaf flottast ef ykkur eða ekki? Já, við sjáum til. Áttu nógan penning einhver? Nei, ég er flugmaður. En hvort sem að Ingo er ríkar en Bill Gates eða blankar en ég breytir af því ekki að Ingo er fleygar en fugl og hér sést hann leika listi sínar á flughelginu á Akureyri seinasta sumar en þar hefti Ingo Íslandsmeistaratitilinn í lyftsliði. Flugvélin sem hann er á gerðinni Pitch og í eigu Kristjáns og Vilhelms frá Akureyri. Æfingarna sem við sjáum Ingo leika hér reyna mikið á líkamann, en þessi áreynsla er mælt í G sem stendur fyrir Gravity. Ef að Ingo er 100 kg og fer í 6G eins og í æfingunum hér, þýðir það að hann er orðinn 600 kg í sætinu sínu. Hér sjáum við Ingo í enn óþægilegri æfingum þar sem hann er í 3 neikvæðum G-um. Þá hangir Ingo í beltunum líkt á 300 kg af flikki. Við skulum fylgjast með Ingo á störfum.
Ingo, segðu mér, akkur smíða menn sér flugvél? Akkur kaupa þetta ekki bara á verksmiðjunni? Sko, svona vél, ef hún væri verksmiðjuframleidd, þá myndi hún hérna kosta, ég veit ekki hvað, 50-60 milljónir örugglega. Þannig að þú getur gert það miklu ódýrara með að kaupa þetta sjálfur. Svo náttúrulega er enga verksmiðjuframleidda vélar sem eru með þessa hérna svona performance eins og þessi vél. Hvað ertu með hérna, Ingo? Hérna er hérna allt í rafmagni. 2 kassar af einhverju rafmagnsvírjum og drasli. Hví er nú mest fyrir því? Ég kann ekki neitt rafmagn. Það er bara plus mínus, rautt er plus og... Svo er hérna, svo kemur þetta allt svona, sjáðu, allir fittings kemur svona pakkaði niður svona flotti kassa og allt, rosalega vel merkt. Ingo, nú varst þú hérna í smíða litla mótil, fljúga mótil, litlum svona mótil, fjärstýru mótilum þú varst yngri. Hvernig berði þetta saman? Þetta er bara nákvæmlega saman, bara aðeins stærra. Já, ekki. Ha. Þannig að þú býrði að þeirri reynslu. Já, við erum smá vandamáli ennþá, það er ekkert skýli, ekkert flugskýli available. Það er allt í pattstöðu að ná sem Reykjavíkurflugvelli, þannig að er ekkert laust skýli? Ekkert laust skýli og hérna, ekkert hægt að byggja neitt. Þetta er alveg löngu sprungið. Það er allir í vandræðum með flugskýli. Já, það er dálítið mikið af svona öðru við, það er ekki flugvélin í flugunum, það er svona hjólísi og netatrossur og bílar. Já, þetta er alveg hræðilegt maður. Það er bílavestað hérna og menn nota þetta sem hjólhýsa geymslur og eitthvað slíkt sko. Það er spurning að hérna tala við á hérna í einhverjum hestamannafélagunum. Sá hvað hérna finnst að við opnum dekkjavestað í hesthúsakverfinu. Eða fáum að gefa flugvél hérna þar. Já, eða gefa flugvélina þar, en það vissu hvað er að taka á loft, það er náttúrulega smá vandamál. Ég þakka þér kærlega fyrir hér í Skýjum Ómar, þú stóðst þig vel og gangi ykkur vel með glassirinn og okkur hlakka til áhorfendum og aðdáendum Skýjum Ómar að horfa á okkur fljúga eftir 4 ár tæp. Takk fyrir það.